Já, góða kvöldi, velkomin aftur í Rauðan raunveruleika. Við erum hérna, Trausti komin aftur, blessaði Trausti, gaman að fá þig aftur. Gaman að koma aftur. Þú fannst mjög góðan gest, þú er búin að vera náttúrulega núna í borgarráði og hugsa skipulagsmál og annað. Og við erum hérna með Pál, viltu segja okkur eins frá honum? Já, Páll Jakob Líndal, hann er umhverfissálfræðingur með doktorspróf og mér fannst bara vel við hæfi að tala við hann vegna þess að ég er náttúrulega komin inn í borgarstjórn og ég sitt í umhverfis- og skipulagsráði og er mikið farin að spá í bara af hverju við erum að byggja borginni sem við erum að byggja hana, hvernig við erum að láta okkur líða og svo framvegis. Þannig að ég vildi tala við fagmann í þessum málum. Þú vinnur það ekki hjá TGI? Jú, það er annað fyrirtækja sem ég rek. Hitt er Valis. Einmitt. Og svo hefur verið með pistla í samfélaginu það ekki á Rás 1? Jú, á Rás 1, jú. Já, mjög áhugaverðir og þannig að já, ég ætlaði bara svona að byrja að spyrja þig kannski bara hvernig þú fórst út í það að vera umhverfissálfræðingur. Þú byrjar væntanlega í sálfræðinámi bara eins og við báðir hérna. Já, sko, spurning hvar maður á að byrja. Ég er líffræðingur líka og lærið það áður en lærið sálfræði. Fór síðan í sálfræði, aldamótin og tók bara mitt BA-nám þar. Þegar ég síðan kláraði það, þá var ég bara ekki alveg hreint klár hvað ég ætlaði mér að gera. Og var að velta fyrir mig svona hlutum eins og öldrunarsálfræði og slíkt, því að ég einhvern veginn hafði ekki áhuga á klínískri sálfræði. Svo vill það nú þannig til að ég er sonur arkitekts. Sérst mamma mín, hún var arkitekt, hét Guðrún Jónsdóttir, og ég var að vinna mikið með henni svona í alls kyns skipulagsáætlunum og slíku, sko. Þannig að við getum sagt svona skipulag og arkitektúr sé eitthvað sem ég hef alist upp við og það rennur í blóðinu bara. Ég fer einhvern veginn að hugsa sko, hvað maður að gera með þetta í blóðinu og svo vill það þannig til að ég og kona mín, fórum alltaf heim í Þingholtum og við fórum alltaf í gönguferðir á kvöldin, eða ekkert alltaf, við fórum mjög oft, skulum við segja. Og fórum eitthvað og svo vorum við bara að tala saman. Og þetta er bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld og svo segir allt í einu, kona mín, sem þá var enda kærasta mín, hún segir, tekur eftir því að við endum alltaf hérna. Þá stóðum við á ákveðnu stað niðri í bæ. Og ég sagði, nei, er það, eitthvað svona? Já, alveg klart, við endum alltaf hérna. Þannig að við fórum eitthvað svona, ok, þannig að við fórum í framhaldinu af því, þá fórum við að fara, bara meðvitað í hina áttina frá þessum tiltekna stað. Þannig að þegar við lögðum að staði í göngutum, þá fórum við bara akkurat, í öfu átt. Byrjum sem að tala, gleymdum okkur, enduðum. Já, meinar, komin á sama stað. Komin á sama stað, sko. Og við fannum bara, og hún segir aftur, tekur eftir þessu. Og þá, ég tek eftir því. Og þá förum við að velta fyrir okkur, hvað er það? Af hverju erum við alltaf hérna? Og þá kemur skipulags- og arkitektablóðið, það kemur svona í góðar þarfir. Þá fer maður að velta fyrir sig, það er eitthvað hérna, þetta er eitthvað með byggingarna, þetta er eitthvað með rými, það er eitthvað skipulag hér sem er að virka. Og ég fer heim og fer bara að googla, er eitthvað til þetta? Og finna eitthvað sem heitir Environmental Psychology sem er þá umhverfissálfræði á íslensku og ég fer að skoða og velta vöngum yfir þessu og síðan þá bara nokkrum vikum síðar þá kemur frétt í DFF þar sem að stendur til að rífa að mig minnir 25 hús eða eitthvað slíkt, gömul hús við Laugaveg. Þetta var einhver liður í uppbyggingu á Laugaveg, gera hann nútímanlegri og gera hann flottari og manneskjulegri og 21. öldin og bla bla bla. Og þá einhvern veginn fór maður svona, ok, er eitthvað á bakvið þetta, er eitthvað, hafa gömul hús góð áhrif á okkur og hefur lægri byggð og fór svolítið að kafa í þetta og fannst þetta geggjað áhugavert. Og í framhaldinu þá bara svona eitt leiðir öðru og ég bara sæki síðan fari master í þessu sem leiddi síðan til þess að ég fór í doktorspróf. Fyrir þá að rannsaka alltaf svona áhrif umhverfisins á hegðun og líðan og allt sem við því kemur. Já, þá umhverfissálfræðin,
hún snýst það að kortleggja og stúdera samspilið milli fólks og umhverfis, hvernig umhverfið hefur áhrif á okkur og hvernig umhverfið hefur áhrif á okkur, hvernig við höfum áhrif á umhverfið. Þetta er svona styrsta skilgreiningin á því hvað umhverfissálfræði snýst Mjög mikilvægt ímynd með sér. Mikið í þessu, það er rosalega. Gríðarlega. Hvað er svona helsta sem umhverfissálfræðin segir okkur þá, þú veist, hvernig maður hanna borgir og bæi og svo framvegis? Getur þú dregið út í ykkur stuttu máli, svona hver er svona basicin, þú veist, hvað er það sem er að virka? Já, við getum, ef við drögum bara svona eitthvað, svona alveg basic hluti, þá getum við bara, þá er náttúrulega gróður, tengingu í náttúruna, það er eitthvað sem virkar í langsamlega flestum tilvikum. Fjölbreytileiki umhverfis, það er eitthvað sem skiptir máli. Skali umhverfis, skiptir máli, þá er talað semst hæð bygginga, breidd gatna og slíkt, sko. Þetta eru bara svona 3 basic atriði sem maður getur dregið fram og sagt, þetta er eitthvað sem við verðum að pæla í. Og eru komin svona viðmið úr umhverfissálfræðinni sem segja að það er best að hafa göturnar svona og göngustíðarnar svona langa og svona stóra eða? Sko það við erum ekki komin kannski alveg á þann stað við getum alveg svona bara pinpointað, sett bara alveg að þetta er nákvæmlega þetta. En það eru vissulega komnar vísbendingar það að ákveðin sem sagt hlutföll í gatna, í samspili hæðarhúsa og breidd gatna að þau séu æskileg fyrir okkur. Og það er það að það sé svona gatan sé svona 2 sinnum breiðari, eða við getum sagt að það sé 1:1 og upp í 1:4, semst að hæð húsana sé jöfn breidd gatnana, það er 1:1 og yfir því að húsin séu semst 4 sinnum minni heldur en breidd. Þannig að svona frekar opið svæði? Já, svona þetta svigrúm, eða þetta, hvað vil ég segja, þetta spektrum. Það er það sem við getum sagt að okkur líður alla jafna nokkuð vel í. Ef við skoðum síðan kannski svona, förum aðeins ítarlegar ofan í það, þá er það þessi hluta 1:2, 1:3, það er það sem okkur líkar svona best. En svo getum við flægt það og sagt, en það fyrir samt eftir skala umhverfisins. Hvort þú ert með hús sem eru 10 metrar á hæð eða 100 metrar á hæð. Þá fer þessi regla alveg út gluggann, sko. Þá ertu komin bara með eitthvað gríðarlegt, get ímyndað eitthvað 100 metra hátt hús og svo 400 metra eða 300 metra breiða götu, sko. Það er ekki alveg eins kósí. Nei, þá erum við komin í skalan, sko. Það tekur mitt eftir umræðu það að fólk er ekki nú ánægt með til dæmis nýju svæðin þarna niðri í miðbæ og það maður svona veltaði fyrir sig, sko, hvað heldur það sé sem að valda því að fólk, sko, manni finnst eiginlega bara flestir sem maður hefur talað ekki vera að fíla þetta nýja svæði, sko, en þú veist, hvað heldur það sé mitt, ef maður nefnir sem dæmi Hafnartorg? Já, Hafnartorgið, það er mjög vinsælt umræðuefni þegar fólk að tala við doktorumhverfissálfræði. Það er bara, það er bara eiginlega allir sem vinnast á það. Og það er ekki margir sem ég hef við, ef nokkur, sem að segja að þetta er vel heppnað. Þetta er vel heppnað, vegna þess að þetta er einhvern veginn, er ekki að virka. Hvernig get ég sagt að það sé ekki að virka? Jú, þú segist alltaf búa til svæði sem á að toga sér og þá að sé fólk og þá að vera mannlíf, þá að hafa aðdráttarafl. Fara niður á Hafnartorg, hvað er að gerast þar? Hvað er að gerast þar? Það er ekkert að gerast. Og þá hlýtur þetta að vera flopp. Ástæðnar, þær geta verið margvíslegar og ég, fyrir einhverju síðan þá fór ég einmitt í viðtal með arkitekt, veðurfræðing og svo var ég og við vorum að ræða Hafnartorgið, já. Ræða Hafnartorgið, sko. Og það er mjög áhugavert þegar þú komið svona þverfaglega sína á þetta að það er bara veðurfræðingur, hann segir bara þetta snýr einfaldlega vitlaust varðandi vindáttir, ríkjandi vindáttir og slíkt, þá bara snýr þetta vitlaust, bara göturnar þar hafa bara rangan vingil, þannig að það er alltaf rok, eða það verður alltaf einhver vindstrengur í gegnum þessar götur og þetta er tregt. Þannig að það er eitt og alltaf þegar við erum komið vind einhvers staðar á Íslandi þá er þetta pínu dautt, sko. Við viljum, af því að það er bara kuldi og þegar maður er með meðalhita
12 gráður í júlí sko og veist ekki þessum útlendingarnir bara svona já ok veist, þá segir það sér sjálft sko. Við viljum þetta ekki, þannig að það eitt annað náttúrulega bara fjölbreytileiki umhverfisins þetta frekar svona einsleitt að þetta í svo stórum skala þannig að þetta verður allt saman svona frekar þegar þú ert komin í einhverja dítil að þú ætlar að setjast niður þá ekkert sem að augað svona sem gleður augað af því það heldur engin gróður veist, og mér hefur sagt það sé svona ákveðna ástæði fyrir því að það sé einfallega bara að platan sem að það nú bílakjallari þarna fyrir neðan að platan sem niður í bílakjallaran hún sé bara einfallega of þunn til þess að sé hægt að gróður setja tré já, ok ég sérlega ekki dýrarni keypt en þetta svona einhver skýring sem ég hef heyrt það verið að setja út einhver kér og það verið að gera eitthvað þannig að við erum komið þarna með svona nokkra þætti sem spila gegn þessu og svo erum við náttúrulega bara með það að við erum með stórar búðir sem að taka mikið pláss þannig að fjölbreytileikinn í bara búðum og starfsemi og þjónustu hann frekar lítill miðað við það sem að þyrfti að vera til að þetta væri svona eitthvað spennandi og skemmtilegt það ekki tilviljun að við förum í bara nefnum þeim sem í Stokkólm við mjóu götur þar sem eru bara búð þetta ekkit bara eitthvað mann duttu bara ekki niður á þetta bara svona eitthvað, já, heyrðu, vá, þetta virkar þetta mannleg þetta bara mannlega þarfir sem þarna verið að mæta sko. Gert frekar meðvitað svona já, þetta gert og byggt upp með einhverjum þeim hætti þar sem að menn sjá bara, ok, þetta við þurfum að hafa ákveðin fjölbreytileika bara til að þetta fungeri og svo kom einhverjum svona stórir verslunarisar sem ekkert í tengslu við það sem að gerast og þessi bara, við erum bara að fá þetta svona ég meina við erum með Mollin hérna og Smáralind og Kringluna þetta svolítið sama, það ekki langt á mæli verslana sko. Og svo þú talar keðjur þú þekkir heldur ekki þá sem að eru sko, svo sem að reka búðina en eitt svolítið sem engin tengsl heldur við þennan svokallega kaupan á horninu heldur þannig að það heldur ekkert að huga því neitt sko, en náttúrulega þetta svolítið virðist vera á forsendum ákveðina stóra aðila sem verið að byggja maður tekur eftir því bara með lóðabrask líka og fleira sko þetta svona svolítið, þetta hljómar svolítið bara svo skólabókardæmi úr umhverfissálfræðinni hvernig á ekki að byggja eða ekki? Það er pínu þannig sko, það það og að þú minnist kaupmaðurinn á horninu og allt það, þá eru komin í það svona, að það myndast engin vensl, það er engin tilfinningaleg tenging sem þú hefur við svæðið. Ekki svona eitthvað samfélag? Nei, það er ekkert samfélag, þú tilheyrir einhver samfélagið og samfélagið tilheyrir ekki þér, það bindur þig ekkert við svæðið og það er rosalega mikilvægt fyrir okkur að geta bundist sko umhverfi okkar einhvers konar tilfinningalegum böndum. Þetta er gríðarlega mikilvægt og gríðarlega vanmetin faktor í þessu öllu saman. Þetta mótar okkur sem einstaklinga. Ég meina við erum Íslendingar af því við erum frá þessari eyju, við erum Reykvíkingar af því við erum héðan, við erum úr Grafarholtinu, við erum úr Safamýrinni eða Þingholtunum og þetta skilgreinir okkur. Já, akkurat. Það er ekki sama að vera úr Þingholtunum og úr Breiðholti. Það er svona Já, nákvæmlega. Og svo framvegis sko. Akkurat. Já, ég hólst upp á að breyka góðan stað í Mosfellsbæ og það var mikil náttúra í kringum okkur og svo þegar það var svona bæjarhátíð og þá eru litu hverfi, rautt, gult og grænt og svona og svo fara flestir og hittast á torginu og það myndaði alveg töluvert svona samfélagsstemningu og svona alltaf maður í grunnskóla og í einhverjum íþróttum og þetta myndar alveg og held að Mosfellsbær sé svona frekar góður með þetta að gera allavega. En við pælum ekki í þessu svona alienation ég veit ekki alveg hvernig maður myndi þýða á íslensku að maður verður svolítið svona isoleraður einhvern veginn frá umhverfinu mitt og samfélaginu og maður sé fyrir sér að góð umhverfissálfræði geti svolítið leyst þetta ásamt öðru náttúrulega að svona mynda þetta samfélag og að fólk sé í samskiptum við hvort annað í nærumhverfinu kynnist nágrannum sínum einhvern veginn og svoleiðis. Þarna gott skipulag góður arkitektur, gott skipulag, góð hönnun, góð umhverfismótun er krúsjál í þessu. Ef það er einhver staður sem að hefur aðdráttarafl og fólk er tilbúið það er tilbúið að fara þangað án þess að eiga beinlínis erindi, það er tilbúið að dvelja þar án þess að þurfa þess, þá ertu komið einhvern stað sem þar myndast mannlífið. Og þú komið með svona í einhverju hverfi
einhvers konar svona, skiljiði, svona stað, þá ertu komið grundvöll að því að fólk fer að kasta kveðjur hvert á annað og með tímanum þá náttúrulega verður til samfélag og fólk fer að kynnast og það fer að myndast eitthvað og menn fara að grilla saman og það verður einhver hátíð, veist, í númerunum frá 2 og upp í 40 og eitthvað skiljiði, fattiði. Akkurat. Og veist, gönguleiðirnar, fólk að mætast, til dæmis bara leið til og frá vinnu, veist, eitthvað slíkt. Þetta skiptir ofboðslega miklu máli og við erum með hverfi þar sem að þetta svona, var unni með þetta og að því það stendur mér nálagt, þá það Seljakverfið í Brjóðholti. Mamma var sem sagt skipulagshöfundur þar á 8. áratugnum. En alveg burt sér frá því, það aukaatriði, þá samt hverfið, það ýtir undir einhvers konar samfélags sem sagt mótun og svona tengslamyndun. Og maður hefur heyrt það, það liggur engin, ég hef engin gögn á bak við það, en ég hef heyrt það að fólk sem sagt ólst upp í Seljakverfinu og hefur búið þar, það vilji helst ekki fara úr þessu hverfi. Já, við hefur heyrt þetta líka. Já. Og það svona, þetta leikvellinir og einmitt, það svona garðar og tjörn og svona alls konar. Já, það alls konar svona litlir þættir, það eru göngustígar, það eru með þessi garðar, það þessi byggð sem svona ekki kannski, ekki svona þessi típiska bara svona eitthvað gata, gangstétt, garður, hús, heldur þetta svona í einhverju mjög reglulegu formi, heldur svona svolítið verið að svona snúa húsunum og svolítið svona fjölbreytt. Já, skapa svona ákveðin, en samt húsagerðin, þetta svo, mjög svona áþekk innan ákveðina hverfa, sko. Þannig það ekkert verið að vinna, svona gefið smá svigrúm, en þetta samt svona, þú fær svona heildarbrag á þetta. Það eitt af því sem að umhverfisstofnun til dæmis, að við viljum þetta, við viljum að segja svona ákveðin heildarbragur, en samt fjölbreytni, sko. Það svolítið eins og það hafi verið huga kannski aðeins meira af þessum þáttum áður fyrr, sko, byggingastíl svo framvegis, þegar maður sér hús sem voru byggðirna 50 eitthvað, 60 eitthvað, maður hugsa bara af hverju getum við ekki lengur gert þetta, þú veist, hvað heldur hafi breyst, þú veist, bara meiri krafa á hagnað hjá byggingaraðilum, eða þú veist, maður svona reyna átt að segja bara hvað hefur breyst síðan þá? Mistuðu smekk? Já, maður veit ekki. Ég held þessi mjög margir þættir þarna á bakvið, sko, ég meina arkitektar vilja náttúrulega setja sitt svona, ég meina hver kynslóð vill setja eitthvað fingrafara á þetta allt saman. Jú, fjármagnið kemur inn og það náttúrulega þetta orðið, áður fyrir voru oft einstaklingar sem voru að byggja, sko. Núna þetta svona á öðrum forsendum, það eru verktakar sem að taka heilu hverfin og byggja þetta. Ég, sko, tók fólk sem meiri tíma í þetta á sínum tíma, já, og náttúrulega þetta þú ert að byggja fyrir þig og þá náttúrulega og ég kann ekki þessa sögu nákvæmlega en ég held að margir svona þættir að því að leið og fer að taka svona sko sjálfandi út úr hönnuninni og þannig að það einn stór aðili sem að búa til fyrir marga þá hefur hann ekkert endilega hagsmuna því að þetta beinlínis virki, skiljið, hvað menna? Hann hefur hagsmuna að þetta seljist og eins og staðan í dag, þá það nú ekki vandamálið, sko. Þetta bara rýkur út og þá bara, ég meina það sagði einn bæjarstjóri í stóru sveitafélagi sagði það við mig daginn, bara þá þetta bara nógu gott og það bara nógu gott, akkur þurfum við að vera breytið sem þetta selst og það alveg, og ég ekki að segja, það alveg valið spurning, ég meina já, ok Þetta allavega að seljast en það kannski ekki alveg að skapa svona það umhverfi sem ákjósanlegt fyrir okkur mannfólkið og rækt samfélag. Svo þetta náttúrulega bara, þetta er grunnþörf, þetta er bara svo að segja maturinn selst en já, hvað maturinn ógeðslegur en það bara það eina sem í boði, skilur, þá getur ekki bara sagt, já, það selst, en þetta er það sem við þurfum, það þurfa allir húsnæði. Það er svolítið kannski smá, ég veit ekki, svolítið svona að vera að tala niður til þessa málaflokks með að segja þetta því að það skiptir svo miklu máli bara fyrir okkar líf. Og mikið á einn hlut eins og þetta seljist og þetta gengur upp svona í markanum einhvern veginn en ekki þetta sé umhverfi sem er gott að skapa. Já og þá bara þetta náttúrulega þessi, ég meina það alltaf, ef það væri bara að fá Big Mac, hamborgara, ég meina þá það alltaf, það alltaf lægi bara í einhverju, ég meina við getum alveg borðað allir Big Mac eða væri ekkert annað í viku, skilju, og við myndum ekki, held ég, bíða neitt sérstakann skaða því. En ef við ætlum að fara að gera þetta bara í 10, 20, 30 ár
ég veit ekki hvernig það útlitið væri og upplitið væri. Það myndi alltaf seljast þá því annars myndi fólk deyja hungri, en þú veist, það er ekki eini kvarðinn sem við ættum að miða við. Akkurat, það er það sem er, sko. En þetta er samt, að ég sagði sko, þetta er svona valið sjónarmið, þetta er valið sjónarmið upp á ákveðnu marki, að því leytinu til að það þarf að tækla það. Þetta er sjónarmið sem að mér finnst glórulaust, bara svo það sé sagt, sko. Þetta er algjört, sko, bara humbúk að segja þetta, vegna þess að sko, skipulag og uppbygging á þéttbýli er ekkert eitthvað sem að við skiptum út bara hérna, ég er bara svo leiður hérna á Hafnartorginu ef við ekki bara skipta því út. Það bara er ekkert, þetta er bara hana og verður hana. Og ég meina ef þetta verður tekið niður eftir 50, 60, 70 ár, þá það. Og það er saman alltaf, ég meina, alltaf taka bara Urriðaholtið eða Úlfarsárdalinn eða whatever. Við erum ekki að fara að skipta því út svona. Og þess vegna getum við ekki nota svona mælikvarða sem mæla bara sölu. Bara hvort það seljist. Og eins og þú segir, sko, það er ekkert annað í boði. Svolítið kannski verið að firra sig ábyrgð líka, stjórnmálamenn, þú veist, þeim finnst mjög þægilegt held ég bara markaðurinn sjá þetta því þá geta þeir bara svona ekki þurft að bera neina ábyrgð af hlutunum, þetta er bara miklu þægilegra líka örugglega. Að þurfi ekki einmitt að vera að setja sig í þetta og hvernig getum við, þú veist, breytt reglunum þannig að þetta sé kannski að láta fólki líða betur og svo framvegis. Já, algjörlega. Það er ákveðin ábyrgðarleysi, það er líka ákveðið kjarkleysi bara að stíga ekki fram og segja þetta er ekki nógu gott. Einhvern veginn svona bara fylgir straumnum. Þannig að þetta, við getum gert svo miklu betur í þessu heldur en við erum að gera, sko. En hafa bæjaryfirvöld eða Reykjavík svona óskað þíns álits, þú veist, þegar kemur af skipulagsmálum eða einhverja umhverfissálfræðinga? Þetta er bínu sorgarsaga, sko. Nei, að tilheytinu til að það er ekki verið að leita eftir því, nema það að ég var að vinna á Djúpavogi í mörg ár og Djúpavogsreppur var sameinaðist núna því sem heitir Múlaþing, sameinaðist 4 öðrum sveitafélagum þarna fyrir austan og er orðið risa hérna sveitafélag. En áður en það gerðist, þá var ég í mörg ár, þá var mamma, sem ég hef áður minnst á, hún var skipulagsfulltrúi í rauninni Djúpavogshrepps og þá Djúpavogs sem er náttúrulega bara pínulítið þéttbýli, þetta er 400 manns, en engu að síður er mjög gott svona case og gaman að því að þau tóku umhverfissálfræðina upp bara alveg stíft, sko. Og þar vorum við að vinna að skipulagsmálum og vorum að flétta umhverfissálfræðina inn í. Við vorum að flétta alls konar vernd, náttúruvernd, húsvernd, bara minjavernd og þetta var gríðarlega bara, þó ég segi sjálf og þá var þetta gríðarlega flott konsept og það sem gerðist, sem er svo áhugaverð, sem að klárlega er einn af þáttunum, akkur þessi þróun átti sér stað, var það að þeir tóku þennan pól í hæðina. En Djúpivogur, þetta litla plás, það var að glíma við skort á leikskólasvæðum, á leikskóla rýmum. Þeir eru að stækka grunnskólan. Þetta voru vandamálið þeirra. Ef þið hoppið síðan bara yfir til Breiðdalsvíkur, þeir eru berjast, það er brotin byggð, af því það er ekkert, það er ekki krakkar, það er ekki neitt það bara er svona, þeir berjast í bökkum og þarna eru bara nokkri kílómetrar á milli og ég ætla ekki að segja að þetta sé eina ástæðan fyrir því að annað fór þennan veg og hitt fór hinn veginn en klárlega var þessi skýra stefna Djúpavogshrepps mannvænt, gott umhverfi með hliðsjónar vernd og virðingu fyrir náttúru og menningu. Það spilaði inn í vegna þess að þarna kom fólk sem var með hugmyndir, kom inn á svæðið og fór að byggja upp hluti og standa fyrir ákveðinni þróun sem að hjálpaði plásuna að byggjast upp. Þetta er kannski erfitt að mæla og staðfesta að þetta hafi verið það sem hélt lífi í byggðinni en við getum alveg ályktað að við ættum allavega að reyna þetta aftur og svona. Þetta var geggjað
koncept og þarna vorum við að vinna, vorum með rannsóknir, Djúpavogshreppu var hluti eða Djúpivogur, við vorum að vinna skipulagsmál þar, við vorum að vinna fyrir miðbæjarsvæði og Djúpavogi og allt þetta auðvitað í litlum skala og allt það, en það breytir því ekki, fólk er fólk, saman hvort það býr á Djúpavogi í Reykjavík. Og þar vorum við í samstarfi, þar var samstarfi við háskólann í Reykjavík, með að setja þetta inn í svona þrívíddarlíkön og slíkt og vera að stúdera í þrívídd og sýndarveruleika, samspilið á milli fólks og umhverfis, sýna fólki lefað að taka þátt. Og síðasti fundurinn sem að ég var viðstaddur eða keyrði þarna sem var í maí 2018, þá mættu í þessu litla plássi, mættu 70 manns á íbúafund skipulagsmál. Veistu að hvað mörgum íbúum? Svona 400. Það er mjög góð mæting. Já, það er mjög góð mæting. Við yfirfærum það prósentulega yfir á Reykjavík. Við vitum það einmitt. Og það sem meira var það að af því að við vorum búin að vinna þetta með þessum hætti að við hugsuðum þetta er fyrir fólkið, þetta er fyrir íbúana. Það voru íbúar í forgangi, það var vinnuheitið. Að þá var bara mjög góð stemning, fólk var almennt bara mjög sátt við hvert var að fara og það gat fengið og það fann að það gat haft áhrif og það var búið að hlusta á því við varum búin að halda marga fundi og vinna með þeim og slíkt. Og þetta er bara það sem að umhverfissálfræðin er það er bara þetta manneskjulega, uppbyggilega umhverfi. Það er það sem við viljum í staðinn fyrir hafnatögn. Svo er þetta ekki bara, það er ekki líka þetta samfæra fólk ágætis að þetta snýst ekki bara okkur að líða vel, menn finnst samt að það vera nærök, en er ekki líka að halda fram að þetta sé gott efnahagslega, þetta borgi sig líka vegna þess að stressið og vanlíðanin getur valdið svo miklu seinna meir, að vera fyrirbyggja slíkt og alls kyns. Geðheilbrigðis, já, einmitt. Umhverfissálfræðin er einmitt að taka sér svona stöðu einmitt þarna, sem svona fyrirbyggjandi aðgerð. Já. Gegn sjúkdómum og heilsu veilu. Og bara, ég meina, þetta er bara að við búum til heilsubætandi og bara svona eflandi umhverfi. Af því að það er búið að sýna fram á það aftur. Umhverfið hefur áhrif á okkur. Þannig að við getum með góðu skipulagi, góður hönnun, góður umhverfismótun, getum við dregið úr stressi, við getum stuðlað vellíðan og hvað gerir, ég meina það er streitu faraldur. Og kannski svona, allavega eftir COVID þá er fólk mikið búið reitt heima og það er kannski svolítið svona isolerað frá hvort öðru og svona. Já. En hvernig getum við endurtekið það sem gerist í Djúpavogi og í fleiri sveitarfélögum og komið ykkar sjónarmiðum og einmitt þetta beina lýðræði, við erum svo mikið að tala fyrir því og það er í stefnu borgarflokksins og svona að fólki sem er að nota þjónustuna, til dæmis strætó og borgarbúar almennt, að þau komi að ákvarðanatöku í sinni einn borg og í þjónustunni sem þau nota eins og virðist það að gerst mikið annað í Djúpavogi. Hvernig komum við þessum sjónarmiðum betur fram? Við gerum það náttúrulega með því að hafa að við fyrst að þá setjum við fram stefnu og við fylgjum eftir stefnunni. Það er ekki gjá milli stefnunar og þess sem við síðan gerum. Það er að fyrsta. Í öðru lagi þá hlustum við á fólkið og við virðum það sem það er að segja og við lítum ekki á það sem óvini okkar, heldur sem samstarfsfólk. Og í þriðja lagi þá nýtum við okkur þá þekkingu sem er fyrir bæði náttúrulega bara sálfræðilega þekkingu sem er bara mannleg samskipti og fleira í þeim dúr og þessa umhverfissálfræðilegu þekkingu til þess að koma fram með eitthvað uppbyggilegt og eitthvað sem að fólki finnst spennandi og leggja áherslu á að hafa þetta þannig að fólk hafi áhuga, skiljið. Það hafi áhuga á því sem að verið að tala að þetta er bara með framsetningu að gera, við þurfum ekki að tala alltaf deiliskipulag og aðalskipulag og kóta og skiljur og eitthvað tækni. Þetta þarf ekkert að vera endilega þarna. Við getum bara talað þetta bara svona, bara á mannamáli. Og það er það sem við gerðum líka. Sýna myndir, opna möguleika, gera kannanir, heyra hvað fólk er að segja, stilla, eins og möguleik bara ólíkum valmöguleikum, útskýra fyrir fólki
og bara eiga samtalið. Það hefur mér fundið svo sérkennilegt, sko. Þetta með, fólk ekki að fá svör, það hefur verið að tala, að segja að sjónarmiðar séu ekki, þetta bara þitt álit. Þið skortir tækniþekkingu og þekkingu, þú ert bara einn og þér finnst bara þetta, vil ekki taka inn sérfræðinga, vera einhvern veginn að leita svona eftir og vera alltaf einhvern veginn í, mér finnst kerfi verið í svo mikill vörn og ég veit ekki af hverju þarf það að vera í vörn. Það er eins og haldi einhvern veginn að þau sé að missa völdin einhvern veginn, ef þau leyfa einhverjum að fá að segja eitthvað aðeins að þá einhvern veginn delegitimisera þeirra völd á einhvern nátt, ég veit það ekki, ég er að reyna að átta mig á þessu líka því ég teki eftir þessu, sko. Klárlega svona varnarstaða einhver sem er svona, vill helst ekki fá neitt nýtt eða svona. Já, reyna að viðhalda einhvern veginn. Viðhalda stöðuleika í því sem það er verið að gera núna. Já, þetta er mjög áhugavert og það er ekki, við erum ekki að tala bara Reykjavík eða eitthvað slíkt, þetta er bara alls staðar. Mannlegt kannski og kerfislægt Já, ég er ekki að segja að þetta sé óeðlileg viðbrögð, þú veist hvað þú hefur þú veist ekki hvað þú færð hvað gerist ef við förum að hleypa bara einum almenna borgara inn í þetta hvað gerist, verð ég óþarfur sem starfsmaður? Já, ég held að það geti verið það sem margir hugsi Ég meina það eitthvað þannig erum við bara eitthvað, verðum við kannski bara allir hérna óþarfir eitthvað skilji og hvað verður þá jólasteikina það er mikið til að pæli það er kannski eitthvað svona djúpstæðar ótti hjá fólki eitthvað Já, það er það og það er náttúrulega, það kostar náttúrulega alltaf að ég meina við höfum ekki taka því að í Djúpavogi, mér er nú tíðrætt Djúpavog, mjög oft sem dæmi, en þar var mjög öflugur oddviti sem hafði mjög sterka sýn á hvernig hlutirnir sem sagt hvernig hann sá hlutina virka og það er ofboðslega mikill sem sagt kostur af því að þá fylgdi þetta stefnan og aðgerðirnar þar fylgdust af ef við tökum síðan að setjum fókusin á Reykjavík ég meina við erum með aðalskipulag sem að mér finnst bara mörguleiti mjög gott mér finnst þessar hvernig því er framfylgd það er, ég sé ekki alltaf hvernig það hvernig þetta speglast hvort í öðru af því að stefnan hún virðist bara vera þannig að hún er bara svona sniðin hún í umhverfisálfræði maður bara svona en svo bara gerist ekkert svo bara byggja menn eitthvað einhverja turna eða eitthvað og einhver dimm rými og eitthvað slíkt Mjög leiðilegt að það gerist það sé svona ósamræmi í stefnu og aðgerðum Já, það gefur ekki til, gefur ekki kerfinu nægjanlega vikt fyrir vikið Kannski annað með svona beint lýðræði og þetta alienation að kannski einmitt fólk þetta verður áhugavert að fá fólk inn eins og gerast í Djúpavogi að kannski byrjar að vera meira áhugavert þegar það finnur að það hefur raunverulega áhrif og þá fer það kannski að vilja taka meira þátt og já, þetta er ekki hægt og við getum saman komið og breytt samfélaginu og gert þetta og hitt eins og við viljum hafa þetta. Já, af því að hvað gerist, þegar þú ert að reyna að hafa áhrif á eitthvað, þá til eitthvað sem heitir, lært hjálparleysi og slíkt, þú bara, það er ekkert hlust á þig. Þú ert að eyða hellingstíma, lesa þig til, skrifa eitthvað, senda það inn. Þú átt að fá svar, þú færð ekki svarið. Þú sendir inn annað bréf, færð ekki svar. Það liggur bunkinn frá þér inn á okkur kontór og ég er ekki það er mikið að gera, fólk kemst ekki yfir þetta, hvernig sem það er hver sem svo ástæða er kannski þetta heldur ekkit efst í forgangsröðinni ég meina, hvað gerur þú fer bara, ég meina þú bara ferð og ég meina, þú fer bara út í skúra að smíða það er að því að gefast upp á þessu og ferð að gera eitthvað annað Já, ég meina bara, hvað er lengi allar ég meina, það eru einstaka aðilar sem að halda áfram alltaf og hvar lenda þeir þeir er oft á tíðum að verða einhverjar fígúrur bara og þetta endar náttúrulega bráði að lýðræði svolítið að skjóta sig í fótinn þetta endar bara að fólk missi trúna á lýðræðinu og kosningaþátttaka fyrir minnkandi og þá myndist frjóri jarðvegur fyrir einhverjar menn eins og Trump og fleiri sem að bara nýta sér það þannig að sérstaklega efnahagsaðstæðurnar eru slæmar Já, af því að fólk sér bara engan farveg fyrir lausnin nema bara eitthvað sem ætla bara að brjóta þetta system niður bara og brenna það einhvern veginn þetta verður bara alveg það er hættan á því það er
Ég meina, af hverju átti að vera að taka og mæta á kjörstað og eitthvað, ef þú telur bara innst inni þetta skiptir engu máli. Það hefur enga veit, ég er búin að senda hérna 30 bréf hérna og mótmæla hérna háísunni sem á að rísa hérna rétt hjá mér. Og svo ekkert hlust. Nema rétt yfir kosningar, þá kannski koma þér sko, þessi sömu aðilar hafa ekki verið að svara og já, við ætlum einmitt að gera þetta núna, þú veist, og það bara, fólk bara, það er mjög leiðilegt að sjá. Það er eiginlega verst þegar það gerist, held ég, sko. Já, saman. Og síðan það aftursvikið einmitt og þá er ennþá meira vonlaus og alienated frá stjórnkjörinu og stjórnmálunum. Og vandinn verður bara meiri. Já, og þá erum við komin sko í reiði og slíkt, sko. Og það er það sem að, veist, þannig að þegar það sé að koma einhverjir íbúafundir, einhverjir samráðsvettvangar, þá veit fólk, veist, og það er sagt, já, svo ætlum við bara að tala hérna, við ætlum bara að tala um þetta glas hérna, já, þessu fundi, veist, það er fókusinn, en það er bara svona fyrsta spurningin er bara eitthvað, á hverju er veggurinn hérna svona grár, veist, það er bara strax farið úr hérna umræðefninu, af því það er svo mikið, veist, það byggjast upp. Já, og það er bara að tala með, veist, á hverju hérna, veist, á hverju er himinninn blár og eitthvað skilur, þú ert bara allstar annarstaðar heldur en það sem er til umræðu. Sem er kannski skiljanlegt þegar það er svona ákveðin fíll í herbygginu sem er búið að horfa framhjá og ekki búið að ræða eða svíkja eitthvað lof og það svona. Já, af því það er líka sagt sko, ok, við ætlum bara að horfa hérna á þetta glas. Fíllinn er hérna en við ætlum að láta eins og hann sé ekki. Já, það er náttúrulega ekki góð taktík. Nei, ekki líklegt til árangurs. Nei, það er það ekki. Þannig að þessu sko þessu þarf að breyta og þess vegna hef ég bara núna í 15 árið eitthvað verið að tala fyrir því að við tökum upp þessa sálfræði með kerfisbundnum, vísindalegum hætti og við innleiðum þetta og sýnum bara, ég meina sálfræði fjallar bara fólk sko, og hvernig við fungerum og ætlum við ekki að taka það með inn í reikningi, ætlum við að byggja samfélagin, við ætlum að sleppa þessu, við ætlum að sleppa því hvernig við fungerum. Það er ekkert hægt. Það var eins og að hlusta kannski einungis á Hagstofuna en ekkert hlusta á sálfræðingana neitt, þú fær bara einhverja svona formúlur frá Hagstofunni, útreikninga og dót en tekur ekkert annað inn í öfnuna. Já, og það var að vísu sko ein ástæði sem mér fannst áhugavert að fara í umhverfisfræði, það var svona er hægt bara að koma einhverjum tölum á þetta skilja. Og veistu, ég bara ok, ég meina ef þú ert með svona gamalt hús, hvaða gildi getum við gefið því, þannig að það geti komið inn á móti tölunum frá Hagstofunni eða einhverjum Excel-skjölum sko, öðrum, veist, bara sem mótvægi, en svo er það bara, það er hérna, ég man að leiðbeinandi minn, hann sagði það á fyrsta fundinum okkar þegar ég var að útskýra hvernig ég vildi búa til svona viðmið, getur bara búið til svona manual sem getur bara flett upp og svo bara, þetta er svona og þetta er svona og ég man alltaf hann spurði mig, heldur þetta sé hægt í einu doktorsverkefni? Og ég segi bara ekkert mál. Svo náttúrulega bara tókst mér að búa til sko fyrstu hálfu síðuna í þessum manual sko, sem átti að vera 1000 blaðsíður sko. Af því að þetta þetta tekur tíma og þess vegna þurfum við bara að byrja strax og nú er þetta gríðarlega uppbyggingatímabil í gangi það sem er verið að byggja og ég meina, af hverju lærum við ekki, af hverju gerum við ekki úttektir, af hverju stúderum við ekki Efstaleitið eða Urriðaholtið eða Hafnatorgið eða Skuggahverfi, whatever og sjáum býtu, ok, hvað er gott, hvað er ekki hvað getum við tekið með okkur, hvað eigum við ekki að gera og svona búið til eitthvað. Svo hefur maður stundum verið að mynda að benda, maður slítur alveg stundum aftur í tíman, en þá er stundum eins og fólk skammir maður svolítið fyrir það, bara eitthvað nostalgíu þvæla, maður ekki pæla spóðslega mikið í fortíðinu, en þú veist, auðvitað að taka sem að gert vel í fortíðinu líka, alveg eins og að maður fyllt á slæmu líka, þú veist, stundum þarf heldur ekki að finna upp hjólið. Stundum er það kannski bara gamalt tíður og oft slæmt, þá við viljum alltaf eitthvað nýtt. Já, maður heyrir þetta oft bara eitthvað, þú veist, fortíðin, þú veist, það er svolítið svona slegið niður, finnst mér. Það væri alveg frábært einmitt að geta verið með bara eitthvað svona manual fyrir borgaryfirvöld og það væri staðlað bara. Það er best að gera þetta svona og hitt og þetta. En við höfum klárlega, þó við höfum ekki alveg manual getum flett honum upp bara svona eins og einhverjum svona pöntunarlista. Þetta er ekki orðið það einfalt. Nei, þetta er ekki orðið það, alveg aldrei það. En þá erum við samt með trenda. Af því ef við verðum ekki með trenda, þá erum við ekki með umhverfissálfræði. Þá væri ekkert til sem hét umhverfissálfræði. Við erum með trenda og eitt af því sem ég verið að gera í mitt kursinum í HÍ sem ég kenni, það er það að við nemendur er að safna götumyndum og er að taka myndir af götum sem að hver nemandi tekur 3 myndir í fyrsta tíma þegar fólk veit ekkert hvað umhverfissálfræði snýst
eina ljótagötu, eina miðlungs sem þið veist allt í lagi og eina flottagötu. Söfnum þessu saman og bekkurinn gefur síðan þessu myndapúli sem verður til. Setjum það bara saman í einn spurningalista. Gefum sér bara frá 0 til 10. Hversu flott þetta? Bara ljótt, mjög flott. Rennum í gegnum þessar myndir og það sem kemur út úr hattinu, það alltaf samskonar umhverfi. Sambærilegt umhverfi sem að rankar hæst og rankar lægst. Við tökum þetta út fyrir kúrsinn, þannig að hver nemandi safnar gögnum frá 10-15 manns. Við berum saman hópana til einhvernar, alltaf saman, búin að gera þetta í mörg ár, alltaf sömu niðurstöðan. Skali, fjölbreytileiki, náttúruleg element. En eins og ef þú fengið til starfa fyrir skipulagsyfirvöld Reykjavík, hvernig heldur að svoleiðis farið fram? Var bara eitthvað svona sérverkefni sem væri rammað í kringum, kannski tilraunaverkefni með það sem við myndum hafa umhverfissálfræðina leiðarljósi, það verið að byggja eitthvað deiliskipulag eitthvað svoleiðis, væri það kannski besta leiðin til að byrja þetta hérna í Reykjavík? Já, ég meina, það geti alveg, það væri mjög gott start að byrja á því að skoða það og rýna, ég meina, ég hef verið fenginn til að rýna tillögur af byggingum og slíku og ég man sérstaklega eftir einni skólabyggingu sem fekk annarsæti í einhverju samkeppni og ég var beðinn hvort bara svona sjá hvort það væri eitthvað svona, segja eitthvað til þessu. Ég tætti hana niður og bara gæinn hann bara pakkaði þessu saman og bara, við bara sleppum þessu. Skiljið, að því þá ég, af því að það vantar þetta sjónamið. Það vantar bara ákveðin vinkil inn í þetta. Og það það sem svo, þess vegna þarf umhverfissálfræðin, hún þarf alltaf að koma inn í þetta á skipulags- og hönnunarferlinu. Bara þegar arkitektin fenginn, þá bara gæinn með umhverfissálfræðina, hann bara fenginn líka. Hann bara hérna með. Já, ekki hann að koma inn eftir og þú veist. Því þá ekki þetta að gera. Þá segir, nei, við erum búin að borga arkitektinu með svona mikið pening. Já, nákvæmlega. Þú varst að segja okkur fyrir þáttinn að arkitektur kannski 6 ár í skóla og fara kannski 2 vikur eða eitthvað í umhverfissálfræði tíma námskeið eða svona. Þannig að það skortir alveg þessi þekkingu að næn. Já, ég meina að þeir taka einu í umhverfissálfræði eitthvað slíkt og ég meina ef að 6 ára nám, ef ég læri jafn mikið á 6 ára námi og þeir lærðu á einni önn, þá held ég þurfum eitthvað að fara að kíkja á mín mál í alveg tala þá eitthvað að gera þetta sem ekki gott Það mjög mikið í báðum þessum greinum ímynda með sér, það margt að læra í þeim báðum Já, þetta bara miklu flóknara heldur en það höldum það bara þannig En þannig getur það gerst að svona hugmyndabyggingu eða skóla lendur í öðru sæti en svo kemur þú sem umhverfissálfræðingur og sér bara það vantar hérna fullt sem þeir ekki alveg að taka inn í myndina og ég myndi bara hendi þessu út Það var niðurstaðan, Já, ég segi bara, það bara hérna og svo svona og svo þetta og svo þetta og ég lagði ekkert mat á það hvort þetta hendur þessu ég segi bara, þetta það sem ég sé og þá horfðum við bara á þetta og bara ok, við ræðum þetta ekki með þá bara út á borðið og hefur ekkert sérst held í síðan Nei, þannig að best að hafa kannski umhverfissálfræðinginn bara með eins og segir frá byrjun Já, ég meina, það eina vitið að vera með sem einhvers konar þetta bara eins og ég meina þetta bara eins og eitthvað svona hvað heitir svona áttaviti það bara stilla hana af öðru hverju og það sálfræðin mjög góð í því að stilla af arkitekta og til að eiga líka samtalið og þá ég ekki að halla málin eitt á arkitekta ég meina ég ekki að hanna ég hef aldrei gefið út úr að vera að hanna en ég get komið með hins vegar punkta og það hefur alveg sýnt sig í þeim verkefni sem ég hef verið að vinna og þetta hefur verið nýtt þá hefur það alveg sést að það, ok hlutirnir hafa oft bara tekið og kúvenst bara og það ekki það því að ég sé svo mikill snillingur það ekki það, heldur þetta bara kemur frá annarri grein og hefð og aðra þekkingu Já, það bara það Ertu þá fenginn í svona ákveðin verkefni þá, þú vinnur sér á TGJ, er það þar sem það fyrir fram að þú ert að aðstofa við ykkur svona verið að gera byggingar eða eitthvað svoleiðis? Já, við höfum verið að reka þetta þannig, ég var náttúrulega lengi með mömmu, sem TGJ stendur fyrir teknistofa Guðrúnu Jónsdóttur, þannig að ég var að vinna með henni og við áttum alltaf mjög mörg samtöl.
svo þegar hún hverfur á sjónarsviðinu þá koma aðrir arkitektar inn sem ég bara mikið búin að vera að vinna með og það hefur bara verið mjög náið samstarf í því að vinna með þessi element sko, og vinna með þessa nálgun að við fléttum þetta saman og við reynum að búa til eitthvað sem á endan með gott fyrir kunnan miklu frekar heldur en þessi gott fyrir egoið mitt eða egoið hjá arkitektin það aukaatriði sko. Hverjum ekki sama egoið hjá einhverjum arkitekt við bara pælum í því ég meni, auðvitað alltaf gaman eitthvað ef eitthvað gengur vel og eitthvað slíkt en það getur ekki verið drifkraftur en að einhverju arkitekt fái út eitthvað egokikk út úr þessu. Það sem á að skipta mestu máli byggingin og bærin sem verður til og samfélagið og svona. Já, ég meina bara virkar þetta fyrir fólk Ertu með einhver dæmi inn í Reykjavík af því sem þið hafa verið að gera eða á höfuðborgarsvæðinu? Það hefur nefnilega verið afskaplega lítið en það hefur verið, við vorum þarna eins og ég segi þarna á Djúpavogi mjög mikið að vinna í því og það gekk mjög vel og þar svona náðu við hvað best að innleiða þetta í því sveitafélagi svo vorum við svona aðeins að reyna við önnur sveitafélög en þetta stoppar oft bara á einhverjum það það sem við náttúrulega svo oft í þessum skipulags og hönnunarmálum sko, þetta svona, það fara hugmyndir á stað og svo verða einhverja breytingur og það bara verkefni detta bara út á borðinu og það veit enginn af hverju það sko. Margt sem getur ollið því Já, það margt og mjög oft náttúrulega það bara kosningar og svona peningar það þetta trend sko Það var gaman að fara að skoða Djúpavog ég hef ekki séð hann, ég veit ekki alveg mjög ljúfur bær að vera í ég hef kíkt þarna, þetta alveg bara ótrúlega indælt og mikið af túristum þarna ég fór, þetta vinsæll ferðamannastaður þannig að það var ekki hæsti hiti Íslandssögunnar þarna rétt Jú, Teigarhorni, einmitt við vorum að vinna mikið þar á Teigarhorni í Berufirði með gríðarlega merkilegu staður en einmitt, og partur af því það merkir það það hitametið á Íslandi það reyna alveg ótrúlegt að hitametið á Íslandi sé á þessum stað sko, með við Ásbyrgi og Akureyri og Egilsstaði og Hallormsstað og allt þetta það sé þarna akkurat en menn hafa ekki getað sýnt fram á því að þetta sé ekki rétt þannig að það stendur á meðan akkurat Þú vildir eitthvað káin í sálfræði? Eitt sem svona kannski smá ótengt ég veit þú ert ekki í klínískri sálfræði en þú ert í umhverfissálfræði og ég hef verið að heyra svolítið svona nýjar meðferðarleiðir þar sem að sálfræðingar eða geðlæknar eru kannski að leiða hópa í gönguferð einhvers staðar í náttúrunni og þar eru þau svona saman að tala og leysa þetta eitthvað sem ættum kannski að beita meira í framtíðinni að kannski hanna meira þess að sérstök umhverfi inn í hverfum sem eru svona sálfræði, þú veist, garður eða eitthvað sem kannski sálfræðingur til staðar eða geðlæknir og hægt að labba og svona, hefur skoðað þetta eitthvað, þessi fræði? Já, sko, náttúrulega áhrif náttúrunnar á okkur eru gríðarlega góð, sko. Og það, á náttúran svona fyrir meðaljónin það umhverfi sem besta umhverfi fyrir okkur. Við eigum rætur okkar að rekja til í náttúruna. Náttúrulega við horfum svona í þróunarfræðilegu samhengi, sko. Sumir innan umhverfissálfræðinnar hafi gengið svo langt að segja að náttúran sé okkar raunverulega heimili. Og ef við horfum á, sko, bara hvenær byrjar borgmenning, þetta 10.000 ár. Horfum svona þróunarsona sem bara telur einhverja milljónir, sko. Og við erum með heila sem við þróa allt, sko, 500 milljónir ára sem við getum tengt heila starfsemina við, sko, að hún hafi þróast í gegnum allan þennan tíma. Þá sjáum við náttúrulega hvað þetta rosalega bæjast, leið mér að sletta. Þannig að öll samskipti við náttúru eru af hennu góða fyrir okkur. Og það ef við getum fléttað saman einhvers konar gott náttúrulegt umhverfi inn í þéttbýli, því klálega náttúrulega þéttbýli eitthvað sem er náttúrulega komið til að vera og sennilega bara eftir að aukast. Allavega trendin í þá átt og hefur verið það og við erum að tala um að árið 2050 þá verði 68% íbúa á jarðarkringlunni í einhverju sem getur skilgreint sem þéttbýli. Þannig að við þurfum einhvern veginn að innleiða náttúruna og elementin hennar inn í þetta umhverfi og þannig að við getum notið góðs af þessu. En það bara ekki nóg samt að gera bara það, heldur þurfum við að huga að öllu hinu líka, þessu byggðaumhverfi,
að gera það líka, þannig að það líka styðji við okkur og það alveg hægt. Já, einmitt. Þannig að klárlega þetta eitthvað sem við erum að horfa miklu meira til. Skoskir læknar byrjuðu fyrir nokkrum árum sem dæmi að bara gefa tilvísun á svona streitu og kvíðasjúklinga. Bara í göngutúr út í náttúrunni. Já, einmitt. Þannig að náttúran gefur okkur alveg ofboðslega mikið og þess vegna bara svo mikilvægt að við göngum vel hana og við virðum hana þó að væri ekki nema bara til þess að við sjálf getum þá notið góðsæðin sko, ég meina þó að væri ekki nema bara þetta ofboðslega þröngi fókus sko. Kannski þetta samfæra einhver það ef við hugsaum þetta sjálfsælist þá vaðum við í þetta, það kannski ég hef stundum hugsa þá nálgun og það til rannsóknir sem geta bakkað það upp að Það er win-win. Já. Það er gott fyrir heiminn. Já, algjörlega og það hefur sýnt sig að þegar fólk fer í umhverfi sem það líður vel í, þá eykur það sem sagt vistvæna hegðun. Já, ok. Já. Þannig að ef að fólk upplifir náttúruna sem eitthvað sem gefandi og hjálpar okkur, þá eykst vistvæna hegðunin á þeim forsendum að þú vilt venda af því þetta gott fyrir þig. Þetta rannsóknarlitteratúr á bak við þetta. Það magnað. Já. Ég las eitthvað, þú kannski getur staðfesta fyrir mér, ég veit það ekki að það gott að vera göngutúra í náttúrunni og innan trén. En ég las eitthvað er það að því að það eru efni sem að trén að gefa frá sér sem að gefa okkur eitthvað svona veljaðan tilfinningar. Klálega það eitthvað. Það getur einn af þessum þáttum. En það líka bara, við getum bara, að það þau reynsa, bara svona air quality, loftgæðin. Loft. Já, við getum hugsað eða þess hreinna loft. Við getum líka hugsað bara fjölbreytileikan, bara þegar við hugsaðum bara upp á það hvernig umhverfið fangar athygli okkar. Að einn liðurinn í því að vinna gegn streitu, það það ef að náttu eða umhverfið getur fangað athygli okkar og fengið okkur til að færa fókusinn frá streituvöldunum. Að færa hann yfir á eitthvað sem ekki streituvekjandi en getur viðhaldið athyglinni okkar með áreynslulausum hætti. Ég myndi lasa mjög ákveður rannsókn það hvað var gert það var eitthvað fangelsild í Bandaríkjunum. Í einu fangelsinu voru allir fangað með útsýni á svona bara bílaplan og sem var bara svona malbygg og bara grálegt. Svo voru aðrir fangar í hinu fangelsinu með útsýni út í svona garð með trjám og jurtum öllu og sjálfsmorðstíðnin var hærri í þeim fangelsinu sem að útsýni var bara á bílaplani og þetta grálegt og allt það. Akkurat. Og það líka rannsókn sem hafa sýnt það ef þú ert með fleiri plöntur í svona stofnunum og fangelsum og þá eykur einmitt velíðanina og þetta svo magnað hvað þetta hefur mikil áhrif. Já, það það. En manni finnst það náttúrulega svona mega sens. Svona, manni myndi líða mikið verra. Já, bara okkar eðlilega umhverfi samkvæmt þróuninni, basically. Þú veist, auðvitað ef ekki að taka okkur úr þetta eins og þú tekur eitthvað dýr og setur það í dýragarða. Þetta ekki eðlilegt einhvern veginn, þeirra ástandi. Kannski svolítið það við þurfum kannski að blanda þessu forna, þú veist, í okkar eðlilegundin inn á þann stað sem við erum á núna. Já, það 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 sem við þurfum að gera, við þurfum að virða að við erum samansett með ákveðnum hætti. Já. Og það rosalega slæm vegferð ef við erum að mikið svona að skora það á hólm. Þetta okkar náttúrulega eðli. Já. Og það kemur til dæmis mjög inn á skalan í umhverfinu, til dæmis bara það að við viljum ekki vera í of opnu umhverfi, okkur líður ekki vel í því, það eru þróunarfræðilegar ástæður fyrir því sem einfaldlega þannig þegar við vorum í slíkum aðstæðum út á sléttunum í Afríku, svo kemur bara ljón, hvað ætlum við þá að gera? Ef þetta er bara eitt berangur, þá eigum við engan séns. Hleypur ekkert undan. Nei, hleypur ekkert undan. Og sama ef við erum í of lokuðu umhverfi, þá eigum við heldur engan séns ef það kemur einhver og ætlar að, þess vegna erum við ekki að fíla einhver svona djúp, sund milli bygginga og eitthvað slíkt, sko. Ef þetta er of þröngt og dimmt. Og við getum þar að sýna fram á þetta bara með, það hefur verið sýnt fram á það með bara heilavirkni, sem er ákveðin svæði í heilanum sem bara virkjast við það eftir sem svæðið er opið eða lokað. Það hefur síðan, það svæði er síðan tengt við ákveðna tilfinningar. Já. Og þær tilfinningar eru tengt við ákveðna hegðun. Já. Þannig að það er búið að tengja þetta bara í gegnum heilan. Já. Og tilfinningar. Já. Og atferli. Það er búið að tengja bara umhverfið
Svo ertu að losa mismunandi magna kortisol, stresshormónum eftir því, þetta svo rosalega lúmst og fólk kannski ekki að pæla í þessu, en þetta hefur svo ómeðvituð áhrif einhvern veginn á fólk. Algjörlega. Meiri streita hefur vantarlega verri áhrif á heilsu og þetta alveg bara rosalega... Já, ef hún fer yfir ákveð og ef hún viðvarandi. Já, viðvarandi. Og ef við erum alltaf að sköpum aðstæður sem eru óhagstæðar okkur, sem að keila þá alltaf upp þessi streitu viðbrögð, þá erum við að skapa vanheilsu. Við erum að leggja grunn að vanheilsu og vanvirkni fólks. Og það einmitt það sem við eigum ekki að gera, vegna þess að við eigum aldrei að gleyma því þegar við erum að skipuleggja borg, eins og bara, eða hvað sem eða umhverfi okkar. Á einhverjum tímapunkti þá blaðið hvítt. Það ekkert á því. Jú, það getur verið eitthvað landslag og eitthvað líkt. En við getum mótað umhverfið. Þetta bara frjálst. Við þurfum ekki að búa til eitthvað rusl. Blaðið tómt. Og með alla þessa þekkingu sem við erum komið með núna í sálfræðinni og arkitektúrunum og náttúrunni og allt. Já. Við getum gert þetta ansi gott. Við getum gert þetta ansi gott ef við bara stöldrum aðeins við, vigtum aðeins inn fleiri þætti og tökum óbærslega hraða úr. Við getum gert það, þetta þurfa alltaf að ganga svo hratt og við getum gert einfallega með því að vera betur undirbúin þegar við byrjum. Að við mætum til leiks með þekkinguna. Akkurát. Og tökum síðan skammtímahagsmunina út, sérhagsmunina og egoið. Já, einmitt. Það myndi gera ansi mikið fyrir mannkynið allt ef þessi þættir myndi minnka eins. Já, tróðum bara vísindunum inn í staðinn. Já. Þetta bara basic. Þetta búið að vera alveg frábært. Já, frábært samtal og við bara takk fyrir að koma. Mikið dót. Og þið áhorfendur, ég vona að þið hafi lært mikið og notið og við kannski fáum þið aftur Páll einhvern tímann að tala um eitthvað spesifik kannski og svona. Alltaf. Algjörlega. Takk fyrir áhorfendur og eigið gott kvöld. Við sjáumst síðar.